Hún komin. Hver? Stella. Þú ert köld. Kom eitthvað fyrir þig? Ég nenni ekki sem leik. Annarkvort segir mér það sem þú veist eða þetta bréf þitt ratar í fjölmiðla. Við vitum báðar hvaða afleiðingar það hefur. Eigum við að færa okkur afsíðis? Hvað viltu vita? Ég vil fá að vita hver þú heldur að hafi drepið Höllu. Já. Byrjum á samhengi. Eins og þú veist, þá var Halla mikið í því að halda partí og taka upp það sem fram fór á falda myndavélar. Og allar þessar upptökur eru geymdar í Bláu töskunni. Mér skilst að Halla hafi aðeins þurft að minnast á þessa bláu tösku sína til þess að fá allt sem hún vildi. Það þarf ekki mikið ímyndunarafl til að sjá hún hefur á endanum nefnt töskuna við rangan aðila. Ég þarf meira en þetta. Nöfn. Já, hérna vandast málið. Hver var í stjórnarráðinu þetta kvöld? Við vitum af Höllu og síðan Sæma á einhverjum tímapunkti. Ertu búin að skoða myndbandsupptökurnar úr stjórnarráðinu? Halla slökkt á myndavélanum. Sem er einmitt tilvalið ef ykkur ætla til dæmis að halda þar partí. Í stjórnarráðinu. Smá meira samhengi. Þetta kvöld fór Halla í kvöldverð á vegum forsætisráðuneytisins ásamt völdum kínverskum fulltrúum. Þarna voru mættir allir ráðherrar sem koma að Kínatílum svokallaða. Þar á meðal ég sem innanríkisráðherra. Við vorum þarna til að fagna stórum áfanga í samningaviðræðunum og til að undirbúa heimsókn forseta kínverska þingsins sem var væntanlegur ásamt förunýti eftir nokkra mánuði. Yfir eftirréttinum þá sendi Sverrir Höll eitthvað í burtu. Á þeim tímapunkti vissi ég ekkert hvert, en hef nú mínar heimildir fyrir því að hún hafi farið upp í stjórnarráð að undirbúa eftirpartí fyrir Sverri og mafíun hans og nokkra útvalda kínverska vini þeirra. Og hvað svo? Eftir því sem ég best veit, þá byrjaði partíið eftir að Halla slökkti eftirlitsmyndavélarnar og stóð langt fram á nótt. Hvað nákvæmlega fór þarna fram veitu þetta enginn, nema þeir sem voru þarna. Ef þið muna þá nokkuð, sökum drykki og svals. Þannig að í staðinn fyrir að hjálpa mér að stytta listan yfir mögulega morðingja Höllu, þá bætirðu við hálfri ríkisstjórninni og líka einhverjum Kínverjum. Perl að fara að blása á kertin? Já. Hugsaðu málið til enda. Hver nákvæmlega gæti verið svo mikilvægur og valdamikill að hann geti fengið aðra til að skúra blóðugólfin eftir sig? Ertu að segja að forsætisráðherra? Ég er ekki að segja það. Það myndi ég aldrei gera. Það sem ég er að gera er að mála mynd. Að veikgeðja manni sem að sefur hjá aðstoðarkonunni sinni, sem viðst ekkert að því að sletta þessu klöfunum, sem er með háttsetta gesti í heimsókn að gera stærsta samning Íslandssögunnar. Við erum að tala um 150 milljarða dollara innspýtingu inn í hagkerfið ef allt gengur eftir. Og svo fyrir eitthvað úrskeiðis. Mamma, ertu ekki að koma? Þú ert klár, stelpa. Þú hlýtur að geta lagt þetta saman. Svörin er að finna í bláu töskunni. Og hvar í fjandanum er þessi helvítis bláa taska? Veistu það? Það eina sem ég veit er að hún hefur ekki ennþá fundist. Við myndum klárlega strax finna fyrir því ef ykkur hefði hann undir höndum. Og hvað með Kínverjana? Ætli þeir sé ekki að leita að bláu töskunni líka? Ég held að þetta sé komið gott. Þú ratar sjálf út.